Skulum þá þjóta áfram veginn. Næstur hvar erum við hérna? Sveinbjörn Ingi Grímsson. Hann sérfræðingur fjársýslunnar opinbera nýsköpun og hefur komið víða að stefnumótun og viðskiptaþróun og leiðir ýmis umbóta og samstarfsverkefni fyrir hönd fjársýslunnar. Sveinbjörn hefur verið talsmaður þess að ríkið verði ekki bara verðmætur stuðningsaðili nýsköpunar, heldur einnig virkur og eftirsóknarverður viðskiptavinur. Við bjóðum Sveinbjörn velkominn. Allar áttu svona klikkar. Þarna, já. Við sæl öll. Heilbrigðisráðherra, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra. Takk fyrir, hefur þetta verið sagt einni beit áður. Gott að sjá ykkur hér saman, því að í sundur og þá tilgangnum í rauninni bara fórnað fyrir bí. Við erum hér í dag til að tala saman nýsköpun í heilbrigðiskerfinu og hvað þarf til að ná árangri þar og án rannsókna og þróunar og nýsköpunar þá á heilbrigðiskerfið ekki séns í framtíðina. Ég veit að það var tekið smá púlsmæling hérna áðan en mér langar bara að sjá hverjir sitja eftir. Þeir sem sitja hér einkafjárfestingu, sitja í fjárfestingarstöðum og ég sjá hendur, hverjir eru fjárfestar í þessu herbyggi? Einn. Er ekki meira frá fjármagninu hérna? Einn fjárfestir, ok, það er opinber sjóður, ok. Klínikarar, hjúkrunarfræðingar, læknar, heilbrigðisstarfsfólk af öllum toga. Þetta er svolítið mikið, ok. Þið eru ofalega, þannig að þið eru svolítið feimin. Þannig ég gerir ráð fyrir að þið sem eru hér séu sprotar. Er það rétt? Eru sprotarnir hérna? Stuðningsumhverfið, þarna eru þið? Ok. Ég hefði viljað sjá meira af fjármagni hérna. En við sendum þeim bara línu. Sko, það er búið að vera mikil umræða og ákveðnar sviptingar og breytingar í því hvernig stjórnsýslan er að bregðast við áskorunum framtíðarinnar og eitt af þessu eru tillögurnar sem við vorum að heyra. Það er að 2 ráðherrar eru að stilla saman strengi og sjá hvernig farvegi nýsköpunar best borgið hjá hinu opinbera í samspili við markaðinn og þá sérstaklega grasrótina. Og mér langaði til þess að kannski bara dýpka aðeins á því sem var rætt hérna í morgun sem að í tíma óstöðuleika eða jafnvel kræsis eins og heimsfaraldurinn var að þá allt í einu bara losnuðu múrar og okkur tókst að framkvæma ótrúlega hluti á stuttum tíma til heilla almennings og betri heilbrigðisþjónustu og aðgengi að henni. Og ef ég verið Svíi þá hefði ég sagt að þetta hefði verið fyrir Sverige AB. Er það ekki, Alma? Fyrir Svíþjóð AB. AB er eins og EHF í Svíþjóð. En við tölum ekki þetta hafi verið fyrir Ísland EHF. Og mér finnst það vanta að það berji okkur í brjósti að gera það sem þarf fyrir Ísland til að ná lengra og gera það saman. Af því að fyrir Svíþjóð AB eða Ísland EHF þá krefst það samkomu hins opinbera og hins einkarekna. Og í dag þá ekki heimsfaraldur, en þróunin á þá vegu að öldrun þjóðar ekki bara að birtast okkur í þörf fyrir þjónustu fyrir hina öldruðu einstaklinga í sjálfstæðri búsetu, í heimahjúkrun og svo bara í líknarmeðferðum og því líku, heldur eru líka að glíma við að það sé verið að brenna kertið á hinum endanum. Því að fæðingatíðni í sögulegu lágmarki og frjósemi hefur aldrei verið lægri og Íslandingar bera best af Norðurlöndunum. Samt eru við með einhvern 1,5–1,6 í frjósemi. Þannig að við stöndum ekki bara frammi fyrir því að þurfa að þjónusta fleiri, heldur geta færri veitt þá þjónustu innan skamms. Það alvöru krísa. Skilgreinum það sem faraldur. Þá getum við sleppt þessum múrum og fara að vinna saman. Tala prótótýpur. Það var það sem umræðan hérna snerist Við erum ennþá svolítið upptekin af því að vera með figma-hugmyndir í stofunni hjá okkur. Við verðum að búa til prótótýpur strax og fá endurgjöf frá klínikarunum hérna í salnum. Notendurnir eru heilbrigðisstarfsmenn og sjúklingar og stjórnendur og allir hinnir sem að skipta máli. Samtalið verður að vera strax, ekki þegar það kannski verða að fara í fjárfestingarátak númer 3. Ok, ég mjög ástríðufullur, opinber starfsmaður framþróun.
En já, ég hef með einhverja glærur, skilgreiningar. Opinber nýsköpun. Fyrir mér þá snýst það að gera eitthvað nýtt eða breyta einhverju sem hefur jákvæð áhrif á opinbera starfsemi. Þarf ekki að vera nýr mólekúll í heiminum, þetta þarf bara að vera nýtt fyrir viðkomandi stofnun eða viðkomandi stjórnkerfi. Það sem að Svíar að gera en við ekki, getum við kallað nýsköpun fyrir okkur. Við megum heimfæra lærdóm annars staðar frá og við verðum að læra þeim sem ganga betur og jafnvel líka læra mistökum annarra. Opinber innkaup á nýsköpun, það ekki sami hluturinn. Það að kaupa nýsköpun að beita kaupmátti hins opinbera sem eftirspurnarafl og hafa mótandi áhrif á framboðshliðina. Það til dæmis hægt að kaupa þróun og rannsóknir og það til þess innkaupaleiðir sem eru festar í lög hér og heita nýsköpunarsamstarf, en mig skortir að finna fordæmi fyrir þeim. Við höfum hér tvo ráðherra sem þeirra milli hafa bæði fjárlög sín á milli og stofnanir, það eru háskólar og sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir og innan þeirra lækna, hjúkrunarfræðinga, nema og sjúklinga. Við höfum öll hráefnin. Við þurfum bara að baka kökuna. Það sem við stöndum frammi fyrir viðhorfsvandi. Og hann birtist þannig að það ekkert mál að styðja við nýsköpun, en nánast ómögulegt að kaupa hana. Að breyta samstarfi í viðskipti hefur verið ósýnilegu þröskuld sem við þurfum öll að stíga bara yfir í sameiningu. Og viðhorfsbreytingin sem ég kalla á hér með, hefur með það að gera að innkaup nýrra lausna, og þetta töluverð einföldun, það bara rökrétt og náttúrulegt framhald af opinberum stuðningi við nýsköpun. Því að opinber stuðningur ekkert annað en innkaup. Nema það að munurinn á þar að okkur sama þó að það skili engum árangri. Af því að við tökum ekki persónulega ábyrgð á því sem við erum að styðja. Það ekkert skin in the game fyrir hið opinbera að veita þennan stuðning. Og ég veit að opinbera fjármagnið mitt í salnum, hvað ertu? Þetta farin? Hún flúði salinn. Okkur vantar mælikvarða árangurs á það hvernig við erum að verja fjármagni í þessar rannsóknir. Vegna þess að fyrir Svíþjóð AB og Ísland EHF þá erum við ekki að fara að horfa á bottom line return of investment eins og einkarekið fyrirtæki. Við verðum að horfa til þess að þetta snýst lífsgæði og okkar sjálfbærni sem samfélag. Þannig að ég með fleiri glærur, ég finn það að ég klára örugglega tímann áður en ég kemst yfir þær allar, en fyrir mér þá erum við að horfa á tvo svona stóra kafla í þróunarferlinu fyrir nýsköpun. Það annars vegar allt sem framfer áður en þá getur talist vera commercial. Það sprotti í salnum í dag, ég reyndar á eftir að spyrja hvort ég megi tala það, en upplifir það að þegar hann þorði eða vogaði sér yfir þessa punktalínu yfir í commercial, að þá má hann ekki fá neitt stuðning frá ríkinu í formi styrkja eða niðurgreiðslna. Þú veist. Tökum aðeins til þar og skýrum leikreglurnar. Það dagurinn í dag. Við erum að reyna að skýra þessar leikreglur, þannig að þá ekki að koma sprotum að óvart að þegar þeir eru búnir að sanna sitt virði og komnir inn í opinbera samninga þess vegna, að þeir geti þá átt að stóla á að tekjur þaðan af og í skölun á milli sveitarfélaga, ríkisstofnana, jafnvel Norðurlanda, og nota bene ég að vísa til Norðurlandana sem vörumerki og markaðar í heild sem ansvar við því sem að tíðkast hefur að ferja sprotanir sem fyrst til Bandaríkjanna eða til Bretlands, vegna þess að eins og Markus sagði í morgun, heitir hann ekki Markus, Svíinn, að ef að skattféð mitt, ég held að ég sé umorða aðeins, en ef skattféð mínu varið í þróun og rannsóknir á lækningu við krabbameini og ég fæ svo krabbamein, en lausnin komin til Bandaríkjanna og fríkasta 1% þar fær að nota lausnina og ég þarf að bíða það kannski 14 ári eða 20 og fjórföldum eða 40-földum verðmiða til þess að fá þjónustuna eða lausnina, þá markmiðin ekki náð. Við verðum að vera meira aðlaðandi sem markaður til þess að halda sprotunum lengur á Íslandi og hámarka virði þeirra, og ég heyrði tala virði. Virði jafnt og útkoma deilt með kostnaði. Ekki veit mér. Ég ekki það langt síðan að vera í framhaldsskóla, en það þýðir að ef að kostnaðarliðin fært yfir og þetta verður þá kostnaður sinnum virði jafnt og útkoman, þá þýðir það að ákvarðanirnar byggja á því að þetta megi kosta.
að nýsköpun má kosta, eða heilbrigðisþjónustan, hún verður að fá að kosta það sem hún þarf að kosta til þess að vera átkomið sem við viljum. Ég var reyndar eftir að finna skilgreininguna á útkomunni, við vinnum að því. Árangur, árangur. Fráflæðisvandi sjúkrahúsanna, ef við leysum hann, það verður þá árangur. Framlengt sjálfstæði búseta aldraðra sjúklinga gæti verið hugsanlega lausnin á fráflæðisvandi sjúkrahúsanna að einhverju leyti. En erum við að mæla þann árangur? Það sem að heimaspítalinn á Suðurlandi er að gera er markvisst átak til þess að framlengja sjálfstæða búsetu með innkaupum á nýsköpun og með breytingum á því hvernig við gerum hluti sem er opinber nýsköpun, bæði opinber nýsköpun og innkaup á því, er að gera sjúkrahúsinu á Selfossi kleift að taka á móti færri öldruðum sjúklingum í bráðamóttöku og færri dögum í innlögnum. Ok, höldum áfram. Stuðningsaðilar og englakúnnar er það sem við stöndum með hérna á Íslandi. Þetta er okkar umhverfi. Við erum með háskólana, við erum með hraðla, við erum með styrki, við erum með endurgreiðslur að upp að vissu marki og fjárfestar, sjóðir, allt þetta, öll þessi hráefni, við höfum það hér. Öll Norðurlöndin eiga þetta líka. Við verðum að byggja á sköpunarmöguleikum þar á milli til þess að fá svona samlegar áhrif. Það var einhver sem sagði mér, Jón Ingi, ert þú hérna? Hver var sænskan á samlegar áhrifum? Hver er þið? Þarna. Nordics Metabreed. Já, það er það sem okkur langar í. En það sem að sprotarnir okkar standa frammi fyrir er að þeir geta tæmt öll mögulegu úrræðin hér, geta farið í prófanir og hvað eina, en það er alltaf þessi þröskuldur að í MDR skilgreiningum klass 1, 2 og 3, 2A, 2B og 3, þá þarf meiri fjárfestingu en er til staðar möguleika á Íslandi og á Norðurlöndunum til þess að komast upp í það sem myndi kalla CE-vottun og heilbrigðistæki eða lækningatæki í flokki 2 eða 3. Og þá þurfa þessir sprotar og fjárfestarnir sem eiga þá og að stýra þeim og ráðleggja þeim að taka ákvörðun. Hvert ætlum við? Hvað ætlum við að gera með þessa hugmynd sem er augljóslega að fara að bjarga heiminum eða lækna krabbamein? Og mér finnst að tillögurnar sem við erum að ræða hér í dag og samtalið sem við erum að eiga við markaðinn eiga að snúast það hvernig Norðurlöndin og samstarf þeirra á milli og rauninni að taka sér landamæri af sem vörumerki, Nordic sem vörumerki, sé andsvari við því sem að fjárfestarnir okkar eru háðir að gera. Það er að hámarka virði fyrirtækisins, hámarka virði IPS, maximize shareholder value, það er kapital. Þannig virkar businessin. Við, hið opinbera, velferðarkerfi, verðum að hugsa í business. Það er ekkert vont, það er ekkert dirty að tala um business, þetta er bara eðlislegt. En akademían, háskólarnir og sjúkrahúsin verða þá að skilja hvert þeirra hlutverk er í því að hámarka impact, áhrifamátt þessara fyrirtækja. Ef við hættum að hugsa að flýta okkur bara sem hraðast upp í Silicon Valley til þess að fá hámarks value yfir í að hugsa hvernig getum við hámarka samfélagsleg áhrif yfir í impact driven, þá þurfum við stofnanirnar, sjúkrahúsin, ráðherrar að ákveða hverjar eru áskorunirnar sem þessi fyrirtæki eiga að leysa. Er það númer 1 að leysa fráflæðisvandann? Er það númer 1 að framlengja sjálfstæða búsetu? Er það númer 1 að lækna sykursýki? Þetta eru breiðmólarnir. Við verðum að fá þetta frá stjórnvöldum til þess að geta búið til mekaník og ferla sem styðja þá ákvarðanatöku fjármagnsins í að halda þeim innan Norðurlandana sem lengst. Svo þegar verðmiðin er orðin nógu góður og lausnin er komin inn í endurgreiðslukerfin okkar eða aðgengilega sjúklingum sem á henni þurfa að halda á besta mögulega verði þá, seljið þið fyrir eins mikið við viljið. En við, ef ég fæ krabbamein, ég vil komast í meðferðina sem var fundin upp í Svíþjóð, strax. Ok, áfram gakk. Ég var röglega með einhverjar, nýsköpunarsamstarf. Það er mikil tími eftir, hjá mér. Okay. Nýsköpunarsamstarf, það er sem sagt allur ferillinn frá pre-commercial yfir í commercial.
Þetta er fest í lög, þetta er aðgengilegt og nothæft fyrir þá stofnanir og þá fjárveitingaraðila sem eru tilbúnir að skuldbinda sig til þess að kaupa það sem virkar. Við skilgreinum þörfina í pre-commercial. Við segjum, þetta eru árangurstengdar vörður sem við setjum í því ferli ef að sprotin eða lausnin nær ekki þessum árangursvörðum, þá dettur úr leik, þetta er úrslitakeppni. Ef þú kemst hins vegar á pólinn, búin að ná þeim markmiðum sem við setjum upp af við, þá erum við skuldbundin því að kaupa lausnina þína, að bjóða hana út. Það er nýsköpunarsamstarf. Það er business, það eru innkaup. Innkaup á rannsóknum og þróun og prótótípum og tilraunum og svo innleiðingu. Og þetta þarf bara hugrekki og fordæmi. Svo, til þess hefur við búið til prótótípu. Við erum opinber aðili, fjársýslan er opinber stofnun sem er tilbúin að setja eitthvað út sem er ekki tilbúið. Ég þarf að fá álit frá markaðnum, fjárfestum, sprotum, klínikerum, stofnunum, ráðuneytum á það hvernig við erum að bera þessar þarfir á torg. Það sem var efst á forgangslistanum okkar hérna áðan er aðgengi og skilgreining á hvaða þarfir á að leysa með nýsköpun. Það eru nokkrar þarfir komnar á þennan plattform. Það eru komið fjármagn á bak við sumar þeirra sem að ég seldi persónulega stjórnarráðum og öðrum stofnunum að gera. Það er hægt að segja það að ein manneskja geti fært fjöll í litlu landi. Ég og Siggi hjá Landspítalanum erum svona eilönd hvað það varðar. Við þurfum fleiri ástríðufulla og hugrakka opinbera starfsmenn. Þannig ef það er einhverjir sprotar hérna sem eru þreyttir á grændinu, þá getum við kannski græðið einhverja starfsauðslingu, eða ekki, til að styðja þessa vegferð. En að öllu kannski sleftu, þá er ég sem sagt að biðja ykkur að skanna þennan QR-kóða, skoða hvað er á vefnum og láta mig bara heyra það, þú veist. Ef þetta er ekki nógu skýrt, ef þetta er ekki nógu vel ígrundað, af því að án aðhalds og samstarfs við ykkur, þá náum við ekki lengra. Og nýsköpun verður ekki partur af framþróunarferlinu. En það er án þess, ef það er ekki nýsköpun í DNA-un okkar, þá munum við staðna, visna upp og deyja. 1 mínúta. Ok, framfarir kosta. Og ég var með svona nokkra punkta, sko. Við verðum að vera tilbúin að brjóta niður þessar venjur, gera eitthvað sem okkur finnst að göttið, eins og hún hvernig bara maður nafnið hennar fram Sérinn, hún sagði það, ef að göttið segir gerum þetta og það er þess virði, gerum þetta. Það verðum við að þora að gera. Vilji til að taka þátt í byltingu. Það er krísa núna. Þeir sem að starfa í umönnunar hlutakörnum fyrir aldraða vita það að þeir eru á síðustu þræðunum að geta sinnt því magni af þjónustu þar sem til er. Og það er ekki að fara að fjölga í þessari stétt organekli. Við verðum að flytja inn starfsfólk til að halda við þeim viðteknu venjum. Og við verðum líka að hafa opið hugarfar sem stofnanir fyrir því sem við heyrum í þessum samtölum við sprotana og vera tilbúin að tala endurgjöf, uppbyggilega, í stað niðurrifs og afsakana. Og hugrekki er svolítið svona það sem ég er búin að vera að tala en þetta er svona frumskilyrðið fyrir framförum og fólk er flest vel af Guði gert og treyst til góðra verka með svigrumi þá geta ótrúlega hlutir gerst. En traust er grundvallar forsenda þess að við getum náð einhverjum árangri. Það eru nokkrir hérna inni sem ég hef fengið að liggja ofan á og hlusta á hvað þeim finnst það að selja eitthvað fyrir ríkið, að þróa fyrir ríkið og ég hef bara þurft að hlusta á steinþegja. Af því að það treystir okkur enginn. Það vantar traust á stofnunum. Pólitíkin hefur flott traust núna. Samfylkingin hefur aldrei verið sterkari. En stofnunum okkar vantar að fá smá lánað af þessu trausti til þess að geta þorað að taka stóru sleggjuna þennan Kristunar og klára þetta. Þannig að tökum samtalið. Þetta er QR-kóðið á bókunarhlekk sem við beint aðgengi ofan í lausa tíma í kalendarnum mínum. Ég bara er sértekjustofnun, þannig að ég bara sendi ykkur reikningin eða ekki og gerum þetta saman.